búin að þekkja þennan Jóhann Óla lengi, Alex minn? Hvað síðan ég var 6 ára, 7 ára. Og hvernig hófust ykkar kynni með Leifi? Það var nú bara eiginlega gernur Hlyn. Sem sagði maður mömmu minna. Já, einmitt, ég þekki Hlyn. Hann náttúrulega nágrann okkar. Já. Ég bara... Hlynur gabbaði mig hérna austur, eiginlega. Já. Sko, þetta allt honum að kenna svo satt. Þetta allt honum að kenna. Það var hérna, hann kaupir hús hérna á Stökseyri 2001 í apríl. Já. Og svo heimsæki hann og við þriðamann þann 10. júní sama ár. Þekktur hann fyrir, sem sagt? Já, við varum vinnum fyrir, sko. Já. Og við komum þarna að skoða nýja húsið á Stökseyri og það er lítil tjöld við hliðina á húsinu. Já. Og þarna á þessari tjöld, þennan dag, 10. júní 2001, voru þá hérna 10-15 tegundir af fuglum. Nei. Og þar á meðal hlóastelkur og spóatýta, fyrir utan venjulega íslenska fugl eins og hrossagauk og lóuþræl. Og við bara göftum þarna gestirnir. Og þú kolfjælst? Þá segir Hlynur, bendir yfir tjörnina, þar stendur blátt hús á bakkanum, hinum einu segir það getur verið þetta húsi til sölu. Ég var ekkert að spá í neinn húsakaup eða neitt, sko, en ég sagði jáhá. Og síðan 7. september þetta sama ár, þá myndir þetta í samningin. Ertu komin í bláa húsið? Þá var ég komin í bláa húsið, sko. Semst að þú kolfjælst? Ég fjall. Keypti tjörn með hús á bakkanum. Hvað viltu hafa það betra? Yndislegt, til hamingju með það. Takk. Og þá er þessi hérna Polly. Þá var hann bara, já þá var hann, já hann var nú allar stóð allar út hnefa þá, en þá síðan gerist það að hérna við vorum báðir, sko, þegar við Hlynur flytjum að naustu, við vorum báðir hérna, hvað heitið það, að vera milli kvenna, er það ekki? Já, þú ert milli sambanda. Milli sambanda. Já. Þannig að við erum innleipir og Hlynur fyrir út á Horn, kynnist mammar. Já. Meðan ég fer aðeins lengra upp bara upp á Selfoss. Þannig að það gerist líka? Já. Það er bara X og Z er hjón. Það er ekkert óttalega mikið flón. Þið er engin flón. Þetta er ég vona ekki. Nei, það er ekki eins, sko. Seta segir eins og X. Seta segir eins og X. Alla kveður hún með bless, er það ekki? Jú. En máli snýst þetta að þarna þið eru orðnir landsfrægir, þið vitið það. Ég sá það í fréttablaðinu að þú varst nú ekkert ólega ánægð með þetta. Ég var rosalega ánægð með það í fréttablaðinu. Það var fjallaði með ætlum að vera með þessa þætti. Fuglasöngur á páskum. Þá var yfirskriftin og ég fæ til mín helstu töffarana. Og það eru þið. Fyrstu, Sindri, er þið svolítið töffarlegir? Já, Sindri nikkar. En sem þið eruð ekkert venjulegir menn. Og mér skilst að þið séu líka svolítið farfuglar, því að þið ætluðu að koma til mín á skírdag. Það er að svara þessum stæl. Við vorum bara skildan kallaði, spáum var svo góð að við nýttust þess að faristur í Meðalland að telja fugla. Já, en þetta er svolítið dramatist, Alex Máni, því að hann þurfti þetta sko virkilega að segja mér hver ástæðan væri fyrir hans. Þetta verður að vera mjög Ég held að þú var með sem verið með hliðina á hann í bílnum. Já. Það var yfirheyrsla. Hann var með þess að stoppa bílinn, sko. Já, ég var svo aðgangshörð. Og þá kemur á daginn, má ég segja þetta, að því svo hraðmælt. Já, absolutt. Að í Meðallandi er verið að gera vatnsmyllugarð. Vindmyllugarð, ég sé alltaf vatn. Ég sé alltaf mylla á vatn. Það er fyrirhugað. Er fyrirhugað, já. Og þá er það ykkar núna hlutverk og ykkar missjón, eða bara, já, hvað kallar maður það? Missjón. Bara okkar vinna, já. Vinna. Að taka út fuglilífið, greina tegundir, hvernig flugferðir þeirra eru, hæð og svo framvegis. Og þetta hefur að segja hvað vindmyllugarðurinn, hversu mikil ógn stafar af honum fyrir fuglalífið, það er ekki rétt? Jú, þetta er svona stuttumáli, hraðmáli. Já. En þetta, og hvernig fór þetta svo? Hvernig gekk þetta?
Það gekk vel, við vorum heppnir veður en það var ekki komið mikið, það var minna flug heldur en við ætluðum sko. Færri fuglar? Já. Færri fuglar? Já. Þið talið í flugi? Já. Eins og flugmenn? Já, það voru færri fuglar. Það hafði verið svolítið farflug sko dagan undan, þannig að við áttum von á, það væri kannski meira núna en svo er þarna radar í gangi þannig að hann mælir þetta líka. Hvað mælir radarinn? Hvað flýgur yfir hann eða fram hjá hann sko. Já. Þegar hvort hann vísar upp eða er láréttur sko. En hann er ekki ígildi mannsaugans? Hann greinir ekki tegundir og svo framvegis sko. Nei, það þarf mennisveiku til þess. Já. En nú spurði ég Alex Mána sko hvernig hann kynntist hér og ég svona nokkur veginn búin að fá þá reynt og með bláa húsið og húsið með tjörninni og fuglategundunum sem að Jóhann Óli Kolfjall fyrir og fleiru í framhaldinu. Að þá langar mér svolítið að spyrja þig, hvenær varst þú 6 ára, 5 ára eins og Alex Máni þegar þú varst svona furðulegur? Næ, kannski ekki, ég veit ekki sko, jú allir það ekki. Hversu gamall heldur þú að verið? Ég var nú orðin aðeins eldur sko, ég var orðin svona 12-13 ára því þetta fer að sækja á þig? Sækja á mig sko. Varstu þá, er það rétt og bjóst einhverstað nálægt Valgeiri þá? Já, við erum úr sama hverfinu. Þeir eru úr hverfinu? Hverfi mitt? Hverfinu. Þá hefðum við átt að syngja hverfi mitt, en við gerum það bara seinna. Hann kemur aftur og þeir koma aftur. Við vorum báðir í Breiðagerðsskólanum og Réttarskólanum. Já, þið eru bara svona meira áttar skólabræður. Já. Minn skólabróður var hérna áðan, Hafþór. Já. Við erum samstúdentar. Þannig að þetta er allt einn klíka. Mafía. En hérna, það var... Ég veit ekki hvað gerði sko en ég átti fóstuföður sem hafði mjög gaman að sýna mér svona náttúruna og við ferðumst mikið. Já. Amma mín var líka, Var hún fuglaða sinnuð? Hún var fuglaða og síðan bara einhvern veginn kom þetta bara. Og hvernig barstu þið að til að byrja með? Það er bara eins og menn gerðu þá, fóru þeir með kíki og fuglabók út í móa og æfðu sig. Greindu og skrifuðu niður og hvað þið sá Og hvernig gastu þekkt tegunduna? Ég var bara með fuglabók. Þú varst með fuglabókina, með myndum af fuglunum og heitin? Já. Varstu þá með á íslensku eða latínu? Ég var með hérna ágætu bók, Fugla Íslands og Evrópu sem kom út fyrst út 1962. Já. Og var þýdd af Finni Guðmundsssyni. Hverjum séru? Finni Guðmundsssyni, vinnu mínum. Já. Finni Guðmundsssyni, ég man eftir honum. Doktor Finni. Já, aldeilis. Og síðan náttúrulega gerði ég bóku sem að hefur ekki verið minnavissar sko. Þín bók? Fuglavísirinn. Ég veit. Já. Þú ert þetta engin venjulegur maður. En svo fór maður að heimsækja Náttúrufræðistofnun og komst þar inn undir og kynntist félögum sem höfðu sama áhugamál. Og síðan fórstu að starfa fyrir stofnun eða hvað? Já, ég var þar alltaf svona á og til. Hvað varstu gamall þegar þetta var? Ég bara maður ekki. En þú fórst í háskóla? Það var nú aldrei neitt svona... Þú fórst ekki við náttúrufræði eða hvað fórst í? Ekki til líffræði? Það var ekki til þess að hrópa húra fyrir. Nei, það skiptir ekki máli. Ég er nú ekki mikið fyrir það að metast við háskóla eða lífsins-skóla. Mér finnst nú lífsins-skóli iðulega skila betra fólki. Já. Nema í undantekningatilfellum. Þeir sem virkilega leita eftir þekkingunni af fúsum og frjálsum vilja. Það er það sem þeir standa upp úr. Hún liggur við það sko. Ég veit það. En ég hef reynslu. Þú varst námsráðgjafi. Ég er námsráðgjafi og vann lengst af í Háskóla Íslands. Þannig ég tala ekki bara svona eitthvað stað bara óábyrgt út í loftið. Ég man alltaf þegar það var sagt við mig þegar ég var að starfa þar. Þá fór ég inn til rektorsins og segi já, ég er nú bara með meistarapróf sko en þessi doktorar þeir eru einhvern veginn ekki nú ánægð með mig. Þá sagði rektor, ég ætla ekki að nefna hann, en ég vann fyrir 3 mjög góða rektora. Og hann sagði, Ásta mín, ég er búin að þekkja svo marga doktora og það er ekki að bera saman við þig. Og síðan segi ég, ekki taka mið af prófgráðum, taktu mið af því sem þú gerir og það sem þú stendur fyrir. Þannig bara það, Alex minn.
En Já, hvað já. segir þú þessar niðurstöðu mína? Bara flott, sammála. Já, gott. En við skulum halda áfram í sambandi við þetta að þú ert að fara að vinna fyrir Náttúrufræðistofnun og svo ertu komin hingað. Hvenær var þetta sem að nú flyttu þú á Stokkseyri? Já. Var þá fuglafriðlandi komið á legg? Já, það er það er 1997 minnum mig að þá var það sem að við vorum búin að vera að grufla þarna aðalega ég og Einar Heilaði með Þorleifsson, við vorum búin að vera að grufla svolítið í fuglalífinu þarna ég man eftir honum og þekki hann, já. Og síðan er það Magnús Karel Hannesson sem var þá oddviti hér á Eyrarbakka sem að svona ítti þessu vör og við sem sagt og Pokasjóður heitir hann fyrsta úthlutun hans var einmitt við húsið. Ertu að segja rétt? Og svo fórum við upp í Freyland á eftir sko. Hann stundi okkur framan á lengi og það var Jóhannes í Bónus? Já, heitinn og það var fullt af þetta voru bara kaupmenn sem það var reyndar landvernd uppalega sem að starta þessum sjóði en síðan sem það tóku fannst kannski kaupmennum landvernd ekki makka rétt þannig að þeir yfirtóku sjóðin og það var sem fyrst þá var nafni breytt í Pokasjóð verslunarinnar og síðan var sem útlutinni hér á Eyrarbakka. Hvað er fuglafriðlandi víðfeðmt? Það er nú eins og það svona 5 ferkilometrar. Já. En það er svona verið að stekka það og færa það niður til sjávar og jafnvel taka fjörun undir sko. Sem náttúrulega fjaran hérna á Eyrum náttúrulega algjörlega einstök á heimsvísu sko. Er einhver ástæða fyrir því, Alex? Er einhver ástæða fyrir því að hún er á heimsvísu óvenjulegri en aðra strendur? Bara svakalegt fuglalíf. Já. Mjög góðu staða fyrir þegar fuglarnir eru að koma. Til landsins? Til landsins. Já. Þeir stoppa þarna og næra sig í fleiri daga og áður en halda áfram. Er það virkilegt, já. Og fyllist alveg fjaran hérna, fleiri 1000 fuglar. Vá. Og hvað er þið bara þá alveg? Á líka. Nótt sem 19 dag? Já. En þú ert svolítið, það er svolítið merkilegt með þig, af því að ég veit að þú ert svona, hvað segir maður, hugfangin af sjaldgæfum tegundum. Já. Og hvernig fer það að greina það og finna það og átta þig ásöldu komið svo heim og saman? Það er náttúrulega bara fuglabækur, nóga fuglabókum og maður er búin að vera að ferða þetta erlendis, skoða fugla og farin að þekkja þetta þokkalega. En þegar þú ert að sjá sjaldgæfa fugla, erum við þá að tala sko, að því nú ert með bókina hans Jóhanns Óla, Fuglavísir, hvað heitir hún, segirðu? Fuglavísir, íslenska Fuglavísir. En hvað ert að fletta í þessari bóka með að tala um fugla? Gjörðu svo slett. Petter Nielsen. Petter Nielsen. Já, viltu tala um Petter Nielsen? Nei, við erum að tala núna um Alex í sambandi við hvernig þú með þessa fugla, hvernig er þetta þá þessi sjaldgæfi, er þetta þá þeir sem álpast til Íslands og ekki í grunninn eru ekki varpfuglar. Er ekki varpfuglar. Þeir koma með miklum lægðum á haustinn og vorinn og bara koma óvart í rauninni. Þá máttu alveg taka bókinn aftur því að hann Líður var einmitt að tala um vindana og straumana og allt þetta sem að Petter Nielsen sem er í þessari bókans Líðs. Þeir hefur þá auðvitað áhrif á þetta fuglastand sem þú ert að skoða. Já. Það fylgist, maður liggur alveg yfir veðurspám á haustinn sérstaklega. Já, það. Fylgjast með hvenær kemur næsta gusa. Svo bara bíður maður og fer af stað leið og veðurleifur að leita í öllum görðum. Já. Og hvernig ertu þá útbúin, Alex Máni? Það er bara sjónaugun hálsinn. Já. Eitthvað hlýtt. En ertu ekki alltaf með svona hálfgerða byssu, svona linsu? Jú, linsan, hún er náttúrulega, hún er eiginlega fullstór til þess að fara að vera með á öxlinna röldum, sko. En ertu þá ekki alveg miðun og ertu ekki með stóru linsuna? Já, yfirleitt ef ég skil hann eftir í bílnum, tek bara sjónaukan, þá yfirleitt lendi ég í einhverju rosalegu, sé einhvern sjaldgæfan fugli eða eitthvað sem er mjög nálagt og flott myndafæri. En ef ég tek myndalina með, þá gerist vel ekki neitt. Þannig að ég skil hann stundum eftir og svona prófa svona á móti
Þetta að reyna, sko, nú langar mig að finna eitthvað og þá skil ég myndaninn eftir í bílnum og svo eftir 5 mínútur þá hleypum maður í bílinn og næri hann aftur og þá er fuglinn kannski farin. Heldur þetta sé þarna læsi fuglana? Að því ég kalla þetta nú byssu, þetta er nú bara því að Valgeir sá ykkur sitja í bílnum með byssu út gluggan og hann var alveg sko skeldur, þá var þetta bara þið með stóru myndavélalinsurnar. Ég held að vera rússneskir njósnarar. Sem kallar þetta ferðaklósett? Já, þetta getur verið kallað ferðaklósett. En ég finnst að Valgeir var svona skeldur þegar hann sá linsurnar ykkar. Getur þó verið að þessir fuglar sem þú ert að reyna að þarna festa á filmu og skrá, að þeir sé á linsuna og eru bara skeldir líka eins og Valgeir? Ég held að það sé nú ekki mikið. Eini fuglinn sem að mér finnst virkilega vera að stríða mér, það er hrafninn. Leiðum að stoppar bílinn, kannski hrafn á stuttufæri og hún lyftir upp sjónaukanum og skoðar hann og ekkert mál. Hún skrúar niður rúðuna og það liggur við getur sungið út gluggann fyrir hann og ekkert mál. Leið og linsan fyrir út gluggann og fyrir hann. Það vill bara ekki leiða mann að taka mynd af sér. Skrítið maður. Alveg sama hversu langt færið er. Það er einhvern veginn eins og bara sé að atast í manni. En sem sagt, þið eruð þú talar, en að ég fer þá niður á strönd og ert þú þá kannski bara einnig liðst þið ekkert alltaf einn tvenna saman? Nei. Hvenær eru þið helst að fara saman svona, eins og fóruð í Meðallandið daginn? Við erum að, vinnan, við erum að skjótast einhvert að, við erum með svona lítið samfélag sem allir láta vita af öllu. Já. Það sjá sjálfsegir fuglar eða svona og þá förum við kannski saman, við náttúrulega búum hlið við hlið og það er mjög hagkvæmt. Ef þetta er ný tegund fyrir okkur báða eða svoleiðis. Já. Ég drófa nú hérna árið fyrir 4-5 árum. Þá fórum við, ég veit ekki hvað við höfum farið mikið. Fleiri ferðir út allt land og hringinn og bara nefndu það sko. Og svo þegar við erum að fara að mynda saman líka bara. Já. En þeir þarna, ég spurði nú, ég talaði við Jóhann Óla í morgun í síman og hann er svo yndislegur, hann vill ekki gera upp á milli fugla. Ég bað hann að segja hverju voru eftirlætis fuglarnir hans og þá sagði hann, ég get ómögulega að svara því Ásta. Ef ég svara einhverju þá segi ég hverju svona, hvað sagður, óvinsælustu? Já, ég nefni oft fuglar sem þykja ekkert sérlega vinsælir sko, sem uppáhaldsfuglar mínar. Bara svona til að... Þetta er ekki sem uppáhaldsfugl, eða? Jú, starren til dæmis ég held gríðarlega mikið upp á hann. Eitthvað starran? Já, hann er í nábílu við mig og ég seti varpkassa fyrir hann og gefa hann að borða allt árið og svona. Þetta er svo við gerum, með Valgeir. Já. Hann er skólabróðið. Hrafninn líka, sílamáin er finnst mér afskaplega fallegur. Já. Og svona, þetta eru fuglar sem svona... fólki einhvern veginn þetta er svona, er ekki líka sem er svolítið nábýli við mannfólkið? Jú. Stelkur til dæmis, það eru 15 stelkapur að þeim kringum mig. Er þetta mynd á Stokkseyri? Já, verpa þar í... Þú veist að Valgeir samdi stelkadans? Þetta er satt. Og hann er að taka ykkur í tíma. Ekki gamli stuðmannadansin eða stelkadans? Nei, hann er búin að segja með 2 dansa, annars vegar stuðmannadansin, eða stuðmannahoppið og dansin og hins vegar stelkadansin. Og við tökum ykkur bara í tíma. Þegar þið sjáu stelkana og þeir eru Stokkseyri með stelkunum, þá bara dansið stelkadansinn og í góðum gír. En að því við erum að tala fuglar sem byrja að þessi gigandi okkar hérna fyrir framan okkur, hvernig náðu þið hana? Þetta er nefnilega sko, við erum nefnilega búin að fljúga heiminn áður en að COVID hófst og nú er eiginlega alveg hægt að fljúga þannig að við ekki flogið út í heim í meira en 10 ár. En á einum þessum ferðum okkar þá eignuðust við þessa útskornu önd. Hann horfði nú stórum augum á þessu önd, hann Hafþór fuglaskurðamaður. En við keyptum hana í þeim tilgangi að hafa hann sem rugguönd fyrir son okkar. Miðson okkar Arnar Tómas. Já. Þetta er sérst leikfang. Já, hann er með svona eins og, já. En við erum búin að vera með alltaf öndina sem svona tákn okkar þegar við erum með fuglatónleika. Það er svona ruggu hestur og ruggu önd. Já. Við getum kannski fengið stóra ruggu önd á Stokkseyri. Kannski kemur einhver og sker út alveg risavaxna. En fengið fá Hafþór í þetta verkefni bara. Jú. Já. Mér finnst það viðeigandi að setja stóra ruggu önd fyrir framann á milli húsan ykkar eða í nábýli við það sem við eruð. En eigum við ekki að fá hann Valgeir, sko ég ætla aðeins að spyrja því, hvaða núna, áður við hættum þessu, ég veit að við getum ekki endalust, en ég ætla bara að benda fólkinu sem er heima,
að á síðunni, það svolítið djúpt á því að því að þið farið inn á bakkastofu.com, þar farið inn á dagskrár og undir fuglatónleikar, þar kemur ýmislegt fugla og Jóhannes og Kötlum og Valgeir, en svo koma síðurnar ykkar beggja. Síðan hans með myndunum þínum, Jóhann Óli, hún þarna og það hún tengist námsgagnastofnun líka, eða ekki? Jú, það fugla, þú ert að tala fugla við, sko, ég nú með prívat. Þú verður bara, það sem ég var að hugsa, sko, að því að svo komum Alex Mána og ég veit að þið eru búin að þróa ykkur síðan, að við ætlum að setja inn á bæði heimasíðun okkar og inn á Facebook-síðun okkar nýjasta nýtt frá Jóhann Óla og Alexi Mána. Hvernig líst ykkur það? Já, bara flott. Því þá ekki tækt, það ekki að segja allt í svona stuttu viðtali. En við þurfum að fá okkur aftur, alltaf á páskum auðvitað. Og þá kannski búið að gera eitthvað í málunum þetta í Meðallandinu. Það er líka erfitt að koma eftir Hafþóri, sko. Hann hvað meinar, ertu að keppa við Hafþór? Nei, alls ekki. Nei, hvað meinar? Nei, ég maður bara í frásagnarklæði, sko. Já, hann var nú bara ekkit óskaplega fimmu til að byrja með, hann þurfti að hita upp. Já. En hann þetta dásamlegur alveg svo þið. Já. Það bara, þetta þannig, sko. Það hitna, finn ekki hvað heitt í stólunum. Jú. Það hitna, sko. Þetta svona sérst ekki talstólar. Það er alveg stærðin, sko, menn er oft styrðir fyrst og svo mikið styrð. En svo ertu við svona villigöld og svo mig sem spyr út í bláin. Heyrðu, en ég veit að það er annar maður, en hann er ekki svo mikill villigöldur. Hann er maðurinn minn, eða þykist vera það með sósti. Hann er furðufugl, eins og þið. Og hann ætlar að taka lag sem að þjóðin elskar. Hefði ég vita meira ykkar nábýli og hvað þið voru nálæðir í hverfinu ykkar, þá hefði hann kannski tekið það líka, nema þú bætið því við. Viltu byrja á því? Taka 2 eða taka 1? Nei. Við tökum bara 1. Já, þá tökum við lagið sem er vorboðið og ég veit það að þjóðin elskar þetta lag og ég veit að þið munið kunna metta. Og ég segi, nei, áður en þú syngur, þá ætla ég að færa þeim málsætti í súkkulaði hjúpaða málsætti. Gjörðu svo vel. Takk. Þetta er nummer 2, af því þeir eru 2. Já. Eins og Mía og Melkorka fengur. Melkorka systir þín, Axel Máni. Þetta er frábært. Þetta er svolítið... Þetta er passlegt. Þetta er passlegt, já. Við erum í aðhaldi báðir þannig að... Það er mikið nefnilega af stórum eggjum sem eiga eftir að verða fólki fjötur fót. En veistu hvað gerðist þetta áðan? Þú talar, erfitt að koma eftir Hafþóri. Veitu hvað hann sagði að lokum því gaf hann ekki? Já, máski maður bara fara að búa til fugla og páskaegg. Skorna fugla. Já, það er hugmynd. Þannig var ég hægt að safna fuglum. Svo má ekki skrjáfa meðan Valgeir spila þegar heyrist alveg rosalega í skrjáfinu. Já, þá þarf ég að færa þennan hérna. Þetta er gítarstað, sko, hættið þú að tala Jóhann Óli. Hvernig var það? Og það heyrist ekki í þið meira. Valli stelur þessu frá þér. Var ekki svona? Ég veit það ekki. Það eru allir orðnir svo forvitnir. Sindri er aðal maðurinn í þessum þáttum. En það sér hann enginn. Maðurinn á bakvið tjöldin. Nei, og líka það, sko, að því þegar ég kynnist þessum manni, þá var hann líka á bakvið tjöldin. Það var bara alltaf með grímu. Ekki gríminu svo við erum í dag. Nei. En svona alveg stuðmannagrímu. Já. Það voru ljótu verkfærin, skal ég segja ykkur. Maður gæti ekki andað inn í þeim. Hvað þá leikið fyrir dansi. Þú veist allir hverju þið voru, samt bara með grímunar. Já, en þetta var samt þannig að þegar við feldum grímurnar, þá vissi enginn hverju við vorum. Við vorum ekkert frægir. Við vorum bara einhverjir svona nýliða, sko. Þeir sem að, það þekkti ykkur ýmsir. Ekki útlitið, þekktu lögin. Gamli skólabræður. Já. Heyrðu, hér er sem sagt lag sem að mér þykir óskaplega vænt og heitir Vorið kemur. Þetta er kvæðið eftir Jóhannes og Kötlum sem að ég horfði á í eldhúsi í Noregi og lagið bara kom gangandi eða fljúandi skulum við segja í ykkar tilfelli. Það bara kom að fljúandi út úr bókinni og já, mitt var bara svona að láta til leiðast, sko.
Sunnan yfir sæinn breiða, sumarilinn vindar leiða, draumalandið himinn heiða, hlær og opnar skautið sitt. Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt. Og það er einmitt á leiðinni núna. Gakk þú út í græna lundin, gáðu fram á bláu sundin, munda það er stutt hver stundin, stopult jarðnestindi þitt. Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt. Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt. Allt hið liðn er ljúft að geyma, láta sig í vöku dreyma, sólskins dögum síst má gleyma, segðu engum manni hitt. Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt. Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt. Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt. Og þar með bara líkur bókstaflega þessu streymið ekki? Þessum þætti, já. Við streymdum ekki, við þeyttum. Þetta er þáttagerð. En við vöndum til verka og við segjum takk fyrir komuna og svo látið mig vita hvað þegar þið komið heim, hvað var í spakmælunum og ég ætla að fá að vita það líka. Hafþór er búin að opna sitt og Lýður er búin að senda mér og stelpunar senda mér vondi líka og tala bara hringi þær. Og þá fer þetta allt saman spakmælun og skulum bara fara með á síðuna líka. Hvernig líst ykkur á það? Það verður slóðinn og spakmæli páskaeggsins úr Bakkastofu á páskaháttíðinni 2021. Gleðilega páska þið öll sem heimasettið og Alex Máni, Jóhann Óli, Sindri, Valgeir. Gleðilega aðra í páska líka á morgun. Já, ef ekki bara vera síglöð og reyna að vera björt. Jú. Og gera enga vitleysu. Bara svona til þess að loka þessari samkomu. Það er búið að loka. Já, það er búið að loka. Nei, að Tómas heitinn Tómasson, bassaleikari Stuðmanna, hann var mikill sögumaður og mikill húmoristi og einhver tíman vorum við að velta fyrir okkur þetta með listamannsnafnið 12. september sem var Freymóður Jóhannsson og þá sagði Tómas, já ég er búin að ákveða hvað ég verð, ég verð annar í páskum. Bless Tómi, ég veit þú ert að horfa.